Hérna ætlum við í dag að sjóða pinnasuðu í plötur sem við erum búin að hafa tilbúinu. Þetta flatjárn sem 200 mm langt, það 8 mm þykkt og 80 mm á breidd. Við erum búin að gera plöturnar klárar og það eru tilbúnar fyrir suðu. Hvort sem það í suðu í láréttri stöðu sem við köllum PC eða þá í lóðréttri stöðu. Fylliefnið sem við ætlum að nota við pinnasuðuna í lóðrétt stígandi og láréttri suðunni í botnstreng ætlum við að nota Filark 36D. Filark 36D sérstaklega ætlaður fyrir botnstrengsuðu á mínuspól. En í yfirsuðu hef ég ákveðið að nota OK 5316 Special, það ESAB-vír sem flýtur mjög vel og við sjóðum hann á pluspól. Við suðu á botnstreng þá notum við mínuspól og í suðu á þessum sínushornum hef ég notað batterísvél, sem sé vél sem knúin áfram á rafhlöðu eins og sést hér á mynd. Það sem að rafhlaðan gerir fremur vélum sem eru tengdar við netið það verður aldrei neitt spennufall, þær flökta ekki ljósboginn, heldur eru alltaf með sama streymi rafeinda og jóna og það alveg sérlega gott að sjóða með þeirri vél. Hérna erum við búin að sjóða botnstreng og þegar að fyrri strengurinn búinn þá þurfum við að slípa þar á milli og við þurfum að undirbúa suðuna þannig að við getum soðið þannig að á bakhlið í rót, og við hugsaum okkur að við séum að sjóða öðrum megin frá, að rótin verði í lagi og engir gallar sjáist þar. Eins og sjá má hér á þessari mynd, þá erum við búnir að sjóða fyrsta streng hér og hér svo samsetning og svo næsti strengur hér. Við suðu á botnstreng í láréttri suðu þurfum við að huga að mörgu öðru. Við þurfum að huga á því hvernig við höllum vírnum þegar við erum að sjóða og það aðeins gert öðruvísi heldur en þegar við erum að sjóða lóðrétt stígandi suðu. Því að við beinum örlítið upp í efri kantinn og verum viss það að hann leki í gegn þannig að suðan verði jafn góð á rótarhliðinni eins og hún hérna inn í suðunni. Við yfirsuðu í lóðrétt stígandi þá mjög áreiðandi þegar maður með suðupinnan, það að hreyfa hann ekki mikið fram og tilbaka, það að segja að pendlunum eins og kallað með því að hreyfa sjálfan pinnan. Aðalatriðið að halda honum stöðugum, það þýðir það að ljósbogalengdin eins báðum megin. Við vitum það að þegar við sjóðum botnstreng á mínus þá myndast 70% af hitunum í efninu sjálfu sem tengt við plús. Efnið eins og þetta 8 mm þykkt, það dreifir hitunum það vel í burtu að við fáum fulla stjórn á sjálfum suðuvírnum við suðuna í botnstreng. Og ef eins og við höfum rætt áður, höfum undirbúið okkur vel, þá með réttu fashorni, nefi og gapi, þá eftirleikurinn mjög auðveldur í að sjóða. Við keyrum suðuvírinn alveg að nefinu og inn í gapið og látum ljósbogan liggja þannig að hann í suðubaðinu og við hlustum á þegar við heyrum fruss fara í gegn, þá vitum við að aftari kanturinn orðinn bræddur og botnstrengurinn góður og kominn í gegn. Þegar að kemur á næstu suðu, þá höfum maður að hugsa það hvaða þykkt á vír ætla ég að nota. Ætla ég að nota áfram 2,5 mm eða ætla ég að nota 3,2 eða eitthvað annað.
Þetta er eitthvað sem suðumaðurinn eða ferillinn sem hann fer eftir segir til Ég hef ákveðið þessari suðu að sjóða með 2,5 spesialvír og þá pólskipti ég, set þá plúspólinn á vírinn til þess að fá meiri hita í vírinn svoleiðis að hann fljóti betur. Og hér ég búinn að sjóða þá suðu númer 2 og svo í lokin að þá sjóðum við suðu númer 3 sem loka yfir suðan og þar þarf ég að huga að því að engin kantsár myndist og suðan verði jöfn og falleg og liggi hérna vel eftir því að við mat á suðum þá margt að skoða eins og með hæð með hvernig hún lítur út með kantsár og ýmislegt fleira.